Við ætlum þá að takast á hérna við senastu partin í þessum fyrirlestri að klára sér hérna verkefni og þá vorum við komin hérna með eitthvað svona útlit en núna viljum við þá kannski hreinsa upp þetta hérna sem að þessar formtilraunir okkar. Þannig að þá getum við farið í þetta hérna og þá munum við erum bara með þetta to-do page hér og hvað, kannski ef við horfum hérna á CSS-ið, hverju ættum við að breyta hér til þess að þetta bæði taki á sig hugsanlega eitthvað svona sæmilegt útlit og það sem okkur vantar þegar við erum að pósta þessu efni. Við erum með eitthvað hérna to-do list utan allt, class to-do list, tökum þetta kannski bara út, svo erum við með eitthvað gomma hérna, tökum kannski bara þetta allt líka út og svo to-do list form, þannig hugsanlega fer þetta líta betur út núna og höfum kveikt á þjónum okkar, þetta vissulega lítur aðeins betur út. Þannig að þá fáum við í raun útlitið úr því sem að sýnilausnin hann sem við vorum að ræna skaffar okkur, sem vel, sem gott. Þannig að getum haft þetta hérna. Þannig að við erum eiginlega komið með formið, ekki? Við erum með form til að búa til to-do. Við erum með það hér. Við vorum síðan með í þessu hérna að þá vorum við með hérna þetta add og við vorum búin að segja hérna console log body og þá vorum við að fá fullt af einhverjum upplýsingum þannig nú getum við bara staðfest það með því að fara hérna og segja test, bæta við post móttekið og þá sjáum við hérna title test þannig við erum að fá þetta rétt. Þannig að núna viljum við gera, þannig að ef þetta allt í lagi, þá hefði þetta ekki séð þetta hérna. Heldur við farið bara aftur á forsíðuna og við höfum séð þetta vissulega bætt við. Nema ef ég hefði gert eitthvað eins og að senda tómastrengin, svona, sem við sjáum þá hérna title tómistrengurinn, þá hefði komið villa sem sagði to-do verður að vera að minnsta kosti 1 stafur. Og ef við hefðum sendt of langt, þá komið to-do verður að vera að minnsta kosti 1 stafur að hámarki eitthvað stafir. Þannig að við þurfum að vera með þetta validation. Svo ef það í lagi, þá ætlum við að kalla þetta create to do og svo ætlum við að redirecta. Þannig að núna þó svo þetta sé einfalt, þá er viljandi svona að vera með þetta sem svona inngangsverkefni í næsta verkefni, þar sem við ætlum að nota SOT meira. Að SOT ESS library TypeScript first schema validation with static type inference. Og schema validation í raun þetta, schema hugtak yfir hlut sem skilgreinir hvernig eitthvað lítur út. Eitthvað svona gagnaskema. Þannig að það getur sagt, þetta object, objectin á að eiga sér title á að vera strengur og strengurinn má ekki vera lengri en þetta eða styttri en þetta. Svo að vera items á að vera array, það á að vera svona array og við getum búið bara til eins flókið eða eins einfalt skema og við viljum. Síðan fáum við þetta skema, síðan fáum við okkur gögn og þá getum við beðið SOT að taka skemað og bera gögnin saman við skemað. Og ef að það passar, þar að segja skemað uppfyllt, þá fáum við tilbaka hlut með gögnunum staðfestum, en ef að það vitlaust, þá fáum við tilbaka villu sem segja, heyrðu, þú sagðir að það ætti að vera hérna array og undir því átti að vera title. Ég var með array en það vantaði title. Þannig að þá fáum við tilbaka skema villur. Þá getum við farið hérna bara í basic usage og þá fyrsta, við þurfum að installa því og þá það bara eins og svo margt annað í þessum heimi að við gerum npm install SOT. Þannig að gerum bara nýjan glugga hérna, npm install SOT.
svo basic usage og þá kemur bara hérna, við importum stjarna as set, það er að segja við tökum bara inn allt sem það hefur upp á að bjóða, við erum ekki að importa object og einhverju öðru og string og eitthvað svona, við importum bara öllu og þá getum við farið hérna og við erum með validation, hérna var búið að segja import seta from sort, þetta skila sér á sama stað og hérna ætlum við þá að búa til eitthvað skema og þá getum við séð hérna const player á að vera object þar sem hann er með username og xp á að vera number. Ok, flott, við getum sagt const to do item á að vera, þá horfum við hérna, ok, seta.object, þá fáum við hérna, þá séum við hérna shape er bara object, ok, flott, og svo getum við sagt hérna title seta.string, vistum þetta, ok, við erum að fylgja þessu hérna, svo kemur eitthvað hérna, player.parse og þá fáum við einhverja niðurstöðu, þannig við ætlum að segja hérna skema bara, export const svona og við ætlum að segja bara, tökum bara body og validatum á móti því og segjum þá to do item skema, importu því, fáum parse, fáum title, fáum body og segjum const result svona. Svo ætlum við að logga bara út console log result. Ok, allt keyrir, förum, prófum að henda ykkur inn. Ok, postmóttekið og við sjáum að við fáum í raun það sama. Fáum hérna title og title, þannig að þetta er raun gekk. Ef að ég fer núna í to-do page og ég breyti hérna yfir í eitthvað svona og ég fer hér og ég reloada og ég keyri aftur, internal server error. Hvað gæti það gerst núna? Passa ekki við skema, en af hverju internal server error, það er ekki svolítið hart. Backendin, já backendin, það gerist eitthvað í backendinum og við munið internal server error, ef við skoðum network tabbin hérna, við reloadum og sendum þetta aftur og sjáum við fáum 500 villu á post, á add og ef við munið 500 villa, það klikkaði eitthvað á servernum og internal server error er svona textir sem kemur yfirleitt. Þannig að þetta er bara algjörlega ómeðhöndluð servervilla, bara búm, þetta krassaði. En af hverju krassaði þetta? Ég breytti bara einu, ég sendi bara vitlaus gögn. Já, hún sem sagt byrju nú við, ég ætla að vera hérna. Þegar ég kalla í þetta hérna, parse, þá gerir sott ráð fyrir því að þetta gangi. Og ef þetta gengur ekki, þá kastar það villu, throw exception. Þannig að það sem að gerist hérna er að við fáum sott error, invalid input, expected string, received undefined og þessi villa er ekki meðhöndluð af okkur, þannig að hún bublar upp, hún fer bara upp callstackinn inn í Hono og Hono segir applicationið er með villu, ég er með villu, þetta er allt búið 500 villa. Þannig að við getum gert tvo hluti. Fyrri er að setja utan þetta try-catch. Þá getum við sagt, heyrðu, þetta er ekki í lagi, þannig að við erum að segja, hér er boundary sem getur orðið villa á. Við forritið okkar erum kallið yfir í library code sem er sott, það getur kastað villu. Þannig að við þurfum í raun að vita að það geti gerst og meðhöndla það. Eða að við getum kallað í save parse aðferðina. Þá er það save parse hérna og hún er ekki sérstaklega vel dokumenteruð, en ef við förum í sott
documentationið hérna sjáum við bara when validation file fails the parse method will throw a SOT error instance og þá fáum við þetta hérna þegar við sáum hérna, ef við skoðum þetta og við sáum expected string code invalid type path title invalid input expected string received undefined þannig að skema validation er eitthvað feilaði og það er bara eins og það segir hérna to avoid a try-catch block you can use the save parse method to get back a plain result object containing either the successfully parsed data or a SOT error þannig að hvort heldur sem við þurfum alltaf að vera með 2 case sem við meðhöndlum gögnin voru í lagi, gögnin voru ekki í lagi hvort við gerum það með því að setja try-catch eða með því að nota save parse og svo athuga hvort það sé result success bara ákvörðun okkar sem forritara þannig að við ætlum að segja hérna save parse og þá erum við líka svolítið að treysta bara save parse ok, þetta er alltaf save, þetta er aldrei að fara að þróa ég ætla rétt að vona það þá sjáum við að result verður ekki lengur bara objektið result title string heldur verður það resultið SOT save parse result ok, og þá segir hérna result punktur data spurningamerki, error spurningamerki, success þessi hérna típa ef ég fer inn í þetta hérna og ég fer inn í típuna SOT save parse result þá sjáum við hérna að þessi típa er skilgreind sem annarkort SOT save parse success sem er þá success true data T þannig að bara T er generic af típunni sem að skemað okkar er eða SOT save parse error af T þá séum við success er false data er undefined og error er SOT error af T þetta hérna er síðan union af þessum tveimur hlutum og það er ekki bara union heldur er það discriminated union að við getum discriminatað hvort við erum í út af því að bæði innihalda signal sem er annarkvort true eða false success true, þá veit ég að ég er alltaf að fara að vera með save parse success success false, þá veit ég að ég er alltaf að fara að vera með parse error og þá kemur inn í þetta að ég get þá sagt if not result success villa og þá get ég sagt hérna return c.text villa annars veit ég að ég er með data út af því að ef að þetta hérna gerðist þá sér TypeScript það heyrðu, þetta er union ég er búinn að taka tillit til þess hvað gerðist ef að það success var false en þá getur ég sagt hérna console error result punktur þá sjáum við data er undefined en error er það ekki þá erum við búin að vinsa út hvort er hvað þá segum við hérna result.error og þá er hérna result.data success result console log result.data ok, þannig núna fyrir hérna nú fæ ég villu, við meðhöndlum villuna við console loggum svona já, við console loggum hérna alveg rosalega langa villu bara alla villuna sjá nú get ég gert finnum eitthvað dæmi hérna sem við fáum betri og þá kemur hérna the result type is a discriminated union so you can handle both cases conveniently svo er eitthvað flatten hérna ég man aldrei, nei search bara flatten error seta flatten error ok
svona. Þannig að núna gerum við svona. Já, ég er ekki með þetta importa svona. Svona. Nú fáum við bara villuna sjálfa. Í staðan fyrir að fá allt heila klappið í kringum hana. Og þá notum við þetta flatten error. Ok, svo förum við aftur í to-do page og við lögum þetta. Þurfum að fara hér, reloada hér, bæta við og post móttekið og nú fáum við success true data title.astf hérna. Þannig að þá vitum við að þetta í lagi. Ok, flott og þá máttu við samkvæmt verkefnalýsingunni hafa bara eina villusíðu sem segir bara hvað vill að koma upp. Við þurfum ekki að vera með þar sem við gætum verið meira svona cute og sagt hér inputið og fyrir neðan kemur to-doið þitt verður að vera strengur, verður að vera 1 til strengir, stafir. Við getum bara sagt eina, þannig að við ætlum að búa bara til eina villusíðu hérna. Þá ætlum við bara að segja error page og við ætlum bara að leyfa henni að vera með button og þá ætlum við bara að segja hérna titill ekki rétt formaður. Svona, og við ætlum að búa þá til, við erum alltaf komið með hérna alveg nóg af komponentum, samkvæmt lýsingunni. Við erum með eitthvað hérna, about page, error page, nei, við ætlum að vera með eins og layout, þá ætlum að vera svona, þannig að við erum með, þetta villust nefnt, svona, importum, svona, þetta error page, það vill að koma upp og það children, svona format, main, importa, svona í lagi, svo bara þannig að kemur villa, þá þetta í lagi. En núna vantar okkur samt aðeins meira. Ekki satt. Nú erum við bara að taka afstöðu til þess að title sé ekki undefined. En við ætlum að gera eitthvað meira eða ekki. Hvað ætlum við að gera meira? Já. Validation. Já, actual validation fyrir utan það að þetta sé bara strengur. En þá fyrir við að koma inn í svona meira núansaðar umræður það hvað eru gögn. Hvað það að vera með að vera með streng. Strengur getur verið tómur, strengur getur verið rosalega langur, strengur getur verið e-mail, strengur getur verið kennitala, strengur getur verið krónutala með gjaldeyri. Þetta allt saman strengir en þeir representa mismunandi hluti. Þú verður líka að passa upp á SQL injection að gera SOT fyrir okkur. Nei, SOT gerir það ekki fyrir okkur. SOT gerir það fyrir okkur að taka eitthvað svona form og passa að við uppfyllum það. Það passar ekki upp á að það sé ekki XSS í payloadinu. Það passar ekki upp á það að við setjum það inn og það sé SQL injection í því. Það eru aðra leiðir sem við þurfum að fara til þess að passa það. Ég ætla að fara hérna. Þannig nú erum við með þetta string hér, en hérna skín sem sagt SOT. Það að gera þetta, þið munið hvernig ég var að sýna ykkur á hann í ég passaði spurninguna og ég var að passa upp á að talan væri 1-7 og þú veist þetta. Og verður rosalega mikið svona boilerplate, rosalega mikið af línum. Í SOT það segir bara eitthvað, já, min 1, max 255. Þetta komið. Nú þetta strengur sem að lágmarki 1 stafur
að hámarki 255 stafir. Þannig við fáum bara svona ótrúlega fínt viðmót til þess að búa til flókna validation. En nú fer ég hérna, ok, fínt, svo fer ég og set tómastrengin og ég fæ villu. Það er ekki rétt formaður, af því að hann er 0. Hann er strengur en hann er tómastrengurinn. Og þá fæ ég hérna too small, expected string to have að minnst okkur 1 karakter. Ég get sagt, já, ok, hvað var aftur, setjum við hérna? Já, við setjum það sem auka hérna, lágmarka 1. Svona, þá fá ég hérna titilin sem lágmarka 1. Þannig að ég get líka customisa villuna sem kemur tilbaka. Og ef ég myndi vilja núna til dæmis sýna það, já, þú settir einn e-mail en e-mail verður að vera með að minnstakosti @merki en þú settir ekkert @merki, þá get ég alveg verið með validation sem til segja hérna, hei, þú veist, það á að líta svona út. Þannig ég get passað við, þú mátt ekki vera með hámarki, þú mátt ekki vera með lágmarki, þannig ég get valið hvaða villuskilabók kemur hvenar. En núna ætlum við bara að vera með svona algjört lágmark hérna hjá okkur. Og svo get ég sagt hérna, eins og bara við vorum með quality seta.number .min líka og svo er eitthvað meira hérna greater than integer, það sé heiltala ekki bara hérna rauntala, multiple of, negative, positive. Þannig ég get sagt þetta á að vera tala sem er heiltala, sem er jákvæð, sem er larger than 10 og nei, þetta er less than, stærri en 10, minni en 100. Svona. Þannig sé hvernig væri það að reyna að skrifa þetta út bara í línum, if þetta, if hitt, edge case, edge case, edge case. Þetta fáum við bara svona domain specific language fyrir skema uppsetningu. Þess vegna er að SOT er rosalega mikið notað í þessu að skilgreina hvernig þessi hlutir eiga að vera og þetta er það almennt verkefni og það svona mikið notað verkefni að það komið svona staðall sem heitir sko til JSON skema er til þess að taka skema á JSON formati og búa til svona starra dæmi en það er til dæmis mikið notað til dæmis í structured outputs for AI, þannig að þú sendir inn í LLM eitthvað, ég vil að þú svari mér þessu hérna en ég vil ekki að þú svari mér tilbaka sem streng, ég vil að þú svari mér tilbaka með JSON-i og JSON-ið á að uppfylla þetta hérna JSON skema. Þannig að þá getið þið fengið, þú veist, geði mér 10 hugmyndir bíómyndir og þú fær ekki bara einhvern lista, þú fær array af strengjum. Þú getur geðið mér það á þessu hérna sem að arrayið er ekki bara strengir, heldur er það object og hvert object er title af bíómyndinni og árið sem hún kom út. Og þá getur við forsað svarið í structured output. Svo til önnur svona tól eins og Valibot. Og Valibot segist bara vera miklu minna en SOT with bundle size in mind. Þetta er bara mjög svipað. Þetta er alveg free. Where can I enter my credit card? Skrítið hérna en ok. Þetta hérna kemur satt út frá bachelor-ritgerð Görsins sem að bjóta til. Svo er bara eitthvað, ég ætla að skilgreina þetta formlega og búa til risastórt hérna. En þetta er mjög svipað. Og sjáum við líka hérna mjög vel hversu keimlíkt þetta er og hversu mikið þetta er að spila með típunum. Þegar við sjáum hérna
að þetta verður sort object hér, en ef ég vil segja síðan export type to do item, þá getur ég sagt seta.infer to do item, ég ger það vitlaust, það voru aftur í hérna inferring types, hérna þetta seta infer, já type of, ég örugglega hérna type of svona export jafnt og svona, þá fáum við núna type item, to do item er bara nákvæmlega skemað sem við skilgrindum í SOT. Þannig þá getum við nota þetta sem TypeScript típun okkar, sem input í föll, sem eitthvað sem kemur út úr föllum, og við getum þannig búið til type safety sem fer í gegnum allt forritið okkar og er ekki bara að horfa að eitthvað sé strengur eða ekki, heldur að sé strengur sem er á nákvæmu formi. Ok, þannig nú erum við bara búin að uppfylla þetta hérna, TypeScript, type safety dæmi. Þannig hérna, þetta er komið, við erum búin að skoða SOT, við erum búin að gera þetta. Þannig nú erum við bara með þetta búið til to-doið og við hefum 12 mínútur, þannig að við erum bara tíma bara. Þannig að, hvað getum við gert hér til þess að laga þetta og klára þetta? Hvað þurfum við að gera? Þannig að við vitum hérna, ef við komumst hingað í þessu falli, þá er validation í lagi. Þannig að þá ættum við bara, getum við bara tekið þetta út. Þá getum við afkommenta þetta og þá getum við farið hérna og þá sjáum við þetta. Þá getum við jafnvel skipt út hérna, þegar nú er að segja við getum fengið þessa típu og við getum sagt bara to do item er to do item, importa því, þá sjáum við hérna to do item með okkar í title, að þeir segja eins og svo að við erum að hugsa hérna, ok, þetta er bara byrjunum á to do kerfinu sem er að fara að taka yfir heiminn. Fyrst er það titill, svo er það flokkur, svo er það heims yfiráð. Við búum til to do item sem object og þá byrjum við ekki á því að vera með bara streng, heldur við erum með object með streng, þannig að það er auðveldra að bæta við object en að bæta við streng og þurfa að breyta úr típunum strengur yfir í object. Skiljið hvað er að fara? Ef við skiljum alltaf streng, þá er auðveldra, þá er erfiðara að breyta því, að það strengur er bara strengur. Ef það er object, þá getum við bara bætt við nýjum hlutum með fjarlæta úr objectnum. Þannig að object er oft svona mjög svona versatile hlutur til þess að taka við eða skila. Þannig að við getum bara gert það hérna, við getum að segja, við ætlum bara að taka við to do item og þá erum við með hérna og þá erum við með result.data og þá sjáum við að þetta er í lagi. Við fáum ekki rauðskvíklis út af því að result.data er í raun save parse success af því að parsa to do item skema. Þannig að við vitum að þetta er sannleikur hér, svo lengi sem við treystum SOT náttúrulega, treystum forritum og heiminum. Þá getum við sagt hérna, ok, þetta hérna skilur okkur to do eða null. Já, við vorum með to do, þannig að við ættum kannski að sameina þetta. Þannig að við getum farið í types hérna og sagt to do er title og það er hérna finished, en láta aðeins bara líka með til hluta, við erum með þetta to do item hérna. Ok, þannig að við ætlum að segja hvað hér? Að þegar nú ætlum við að búa þetta til, við erum ekki búin að búa þetta til en við vitum hvað getur gerst. Hvað getur gerst þegar við reynum að búa þetta til? Þá ertu svona oft svarið er tvíþætt. Já, ef að það virkaði. Null ef það virkaði ekki. Þannig að þetta er oft svona annarkvort virkaði þetta, er þetta rétt eða þetta er það ekki. Þannig að þetta er oft svona þetta
sem við þurfum að taka afstöðu til. Þannig hérna þurfum við að hafa db result, ekki frábært nafn, await. Þá sjáum við að db result er to do eða null og þá er núna þá getum við afritað þetta en þá getum við líka sagt gat ekki vistað í gagnagrunni. Ok, og þá sjáum við hérna, nú getum við sett kommu hérna eftir og ef við skoðum hérna, þetta er alveg rosalega tæpað sko, HTML status. Hver væri réttur status ef ég sendi inn Witterson formaðan titil? Þá HTTP statuskóði. 100, 200, 300, 400, 500? 400. 400 er villa hjá client. Ok? Ef ég get ekki vistað í gagnagrunn, hver er með það að kenna? 403 er unauthorized. En ef þetta get ekki vistað í gagnagrunn, þá er það 500, út af því að þá er það serverinn sem að feilaði. Þannig að þá getum við sendt það og erum þá þó svo að það skipti ekki alveg máli, þá vitum við hjarta okkar að við erum að senda rétta HTTP statuskóða. Þannig núna fer ég hérna og opna network tabin, reloada, þá fæ ég 400 villu, af því að ég gerir villu. Og svo núna ef ég fer bara í þetta hérna og ég er með return null hérna, fer tilbaka og skrifa bara eitthvað, þá fæ ég núna 500 villu, gat ekki vistað í gagnagrunni. Það sjáum við erum samt sem að sjá bara layoutið okkar og navigationið okkar en fáum samt 500 villu hér sem svarið. Þegar 500 vilja máli skila HTML sem er renduruð og byrt af browsernum. Það er alltaf góð. Ok, þannig að þá ætlum við núna að taka afstöðu til þess að við séum að fara að inserta þetta í gagnagrunnin. Þá erum við með þetta hjálparfall hérna, query. Það tekur við queryinu sem á að senda og það tekur við þessu values. Og values eru gildin sem við sendum inn til þess að aðskilja skipununa, SQL skipununa, frá gögnunum sem SQL skipunin er að taka afstöðu til. Þannig að við erum með þetta hér. Við köllum þetta bara const q, stutt fyrir query, af því við erum með query nú þegar. Og við segjum const query og tekum við q og tekum við fylki sem er to-do-item.title. Result. Afsakið. Þá segjum við hérna, run a query against the database, generic to allow typing the result rows. Þannig að þá fáum við tilbaka query result af to do eða null. Þá getum við bara sagt return result. Punktur. Já. Wait. Og const row. Þannig að núna erum við með annarkvort to do eða þetta hérna. Þannig að út af því að við erum með returning hérna, þá fáum við skipunum tilbaka, það sem það var, og þá fáum við tilbaka röð sem er nákvæmlega svona. Þannig að við ætlum að taka þetta row hérna og if not row, þá ætlum við að gera bara console error query success but no returned rows sem er skrítið og við gerum bara return null, annars return row. Format. Return svona vistum, reloadum, postmóttekið, förum á forsíðuna, ASDF. Þannig að núna bættum við þessu við
og við ætlum núna að laga þetta þannig að ef allt gekk eftir þá ætlum við ekki að segja þetta post móttökið heldur ætlum við að segja bara redirect yfir á forsíðuna aftur þegar þá þetta, ég á forsíðunni ég posta yfir á endapunkt sem býr þetta til ég byrti villu ef það koma villur við erum með 2 case ef allt er í góðu þá redirecta ég bara aftur yfir á forsíðuna þá lendi ekki ég geti óvart reloadað og fengið aftur insertið þannig þá breytum við bara þessu yfir í redirect svona á slash sem forsíðan okkar vistum reloadum hérna, fjarlægum þetta og segja klára fyrirlestur 4 og fara að gera eitthvað annað bæta við það er komið hérna og ef við förum í iTerm PSQL to-dos tíma select stjarna from to-dos þá sjáum við hérna þetta insertaðist sannarlega í gagnagrunnin ok þannig núna er í raun svipað ferli fyrir það að uppfara við þurfum að validata að titillinn sem við erum að breyta í sé í raun réttur samkvæmt þessum forsendum sem við erum búin að gefa okkur við þurfum að vita hvert ID-ið er þannig að þá þurfum við að setja ID-ið í formið þannig að við erum með þetta hérna þá getum við sett til dæmis input type hidden name ID value eitthvað ID sem við erum búin að ná í og þá kemur þetta með þetta er hidden, það er að segja það er í forminu það kemur í payloadinu í bodyinu en það er hvergi sýnt í viðmótinu og þannig getum við notað þess að vita að við erum að fara að breyta ID 1, 2 eða 3 eins og við sjáum hérna við þurfum að vita ef ég ætla að breyta þessu hér þá verði ég að hafa lykilinn og lykilinn er ID-ið þannig þá verði ég að vita það til þess að geta breytt í þá get ég breytt í annarkvæmst breytt textanum á því eða breytt að þessi búið eða ekki ok þannig þá er ég sáttur við minn to-do listi hérna hann er komin hér og ég ætla að committa git commit message bæta við sod validation á to-do bæta við í DB push takk í dag